Hvað segja skiltin okkur þróun á áherslumálum yfir árin sem kvennafríið hefur verið haldið? Það hafa verið 4 meginbreytingar í skilaboðum skiltana á kvennafríinu. Kvennafríið var fyrst haldið 1975. Þarna voru skilti á lofti full af skilaboðum ójafnvægi kvenna, réttindi kvenna á vinnumarkaðnum og mikið af baráttuorðum. Samvinna kynjanna, ekki stríð, skilti sem lýsir vel áformum kvenna með þessum degi. Árið 2005 fyrsta stóra breytingin og það þegar við sjáum fyrst skilti á ensku. Lítið vitað þátttöku kvenna af erlendum uppruna fyrir þetta en þetta góð vísbending þátttöku þeirra. Einnig fara skilti á öðrum tungumálum að fjölga á kvennafríunum eftir þetta ár. Á árunum 2010 til 2016 fara fleiri konur að tala ofbeldi gegn konum á skiltum. Þarna fara skilti á loft með markmiði að vekja athygli á ofbeldi sem konur verða fyrir í samfélaginu. Sama hvort það sé líkamlegt, kynferðislegt eða heimilisofbeldi. Árið 2017 byrjaði hreyfingin MeToo og hún lét sig ekki vanta á kvennafríinu 2018. Þarna opnuðu konur sig kynferðisofbeldi sem þær hefðu lent í og létu í sér heyra að þær varu komnar með nóg. Næstum annarkvert skilti í bænum þennan dag tengdist einhvern veginn MeToo-byltingunni. Seinasta breytingin átti sér stað 2025, 50 árum eftir fyrsta kvennafríið. Þetta þegar kvár bættust í baráttuhópinn. Þegar kvennafrídagurinn var auglýstur voru konur og kvár hvött til þess að taka frí þennan dag. Þetta lýsir enn frekar fjölbreytna hópnum sem partur af baráttunni með fjölbreytt skilaboð og markmið.